Góðan daginn, gott fólk. Ég byrja á því að slá í skálina samkvæmt venju og njótum tónarins. Dásamlegt. Ok. Í þessum þætti að þá er þemað, það eru innri partur okkar sem búa í undir meðvitundinni. Ég hef rosalega mikinn áhuga á þeim af því ég sé að þeir stýra lífin okkar nánast allan daginn út og inn án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Staðreyndin er að við fæðumst með marga innri persónuleika. Það er ekki bara þeir sem eru greindir með alls konar raskanir sem að hafa marga persónuleika eða akta samkvæmt þeim. Við höfum þetta öll. Við höfum öll marga persónuleika, við fæðumst með þá, þetta eru hæfileikar, jafnvel skoðanir sem þróast og bara eiginleikar okkar og þessi litlu partar svo kallaðir, persónuleika partar, að þeir vilja bara gera eitthvað gott og hafa gaman og skemmta sér og njóta þess að vera í þessu jarðríki. Síðan gerist það ofta að við erum í einhverjum aðstæðum þar sem við verðum fyrir áfalli. Oft gerist þetta þegar við erum mjög ung. Flestir þekkja þetta en muna kannski ekki endilega eftir því. Og þegar áföll gerast að þá verður til sár í undirvitundinni. Það sem EFS kallar wound eða sár. Og það sem gerist á þeim tíma að þá taka þessi eiginleikur okkar sem maður langar kannski bara að hafa gaman og gera eitthvað skemmtilegt og hafa mikla hæfileika til ýmissa starfa og leikja, að þeir taka á sig byrðar til að vernda sárið. Því að fyrir alla muni þá má ekki tryggra það, því að það er svo overwhelming, það er svo sársaukafullt, yfirþyrmandi og já, því að í þessu sári býr oft mikill einmanaleiki og sorg og svona hugsanir eins og ég er ekki nógu góð, enginn vill mig, það er eitthvað að mér, ég get ekki neitt, ég ger allt vitlaust, svakalegur einmanaleiki og í raun og veru þá lokast það af því að það má ekki komast að þessu, þetta má ekki tryggarast, því þá eru hinir partarnir okkar, þeir eru bara skítræddir að við ráðum ekki við lífið, við höndlum ekki afleiðingarnar. Ég get ekki verið bara grátandi stanslaust eða í svakalegri kvöl því að þá get ég ekkert annað gert í lífinu. Ég hef ekki orku í að fara að vinna eða sinna fjölskyldu, áhugamálum og öðru. Þannig að það er allt gert til að loka þetta sár niður í kjallara og henda lyklinum, læsa það niður og henda lyklinum í raun og veru. Þannig að þessi partar sem eru verndarar, sem taka sér byrðar til að halda sárinu niðri, þeir lýsa sér, eða hegðun þeirra lýsir sér á svona ýmsan hátt, á þann hátt í raun og veru sem að við erum ekkert alltaf sátt við. Það sem við köllum kannski neikvæðar tilfinningar, erfið hegðun sem að skemmir meira fyrir okkur heldur en að hjálpa okkur þegar upp er staðið, lýsir sér sem kannski reiði, tortryggni út í annað fólk, kvíði, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir, fíknir, þessar flóttaleiðir, svona fight, fly and freeze, vera þóknari, meðvirkning kemur þarna inn, og allir þessi partar, þessi elsku partar, þeir eru að reyna að vernda okkur, þeir eru að reyna að vernda þetta sár. Þeir kunna bara ekki nógu góðar aðferðir til þess vegna þess að þeir eru flestir ungir á árum og eru frosnir í tíma. Þannig að hvað vill til dæmis þunglyndi gera? Hvernig er það að reyna að vernda þig? Er ekki allir sem segja að við erum að losna þetta þunglyndi það er löngu líf mitt. Jú, það er mikið til í því, en þunglyndið er samt að reyna að gera sitt og meðan það er ekki hlusta á það, og meðan það er bara dæmt, bara svona, við erum að losna við þetta og taka jafnvel alltaf fleiri og fleiri lyf og svo er hægt á því jafnvel að virka og þá er enga lausnin til. Hlustum á það. Hvað hefur það að segja? Hvað er það að reyna að vernda?
Af hverju er það? Hvenær kom það? Hver er tilgangurinn með því? Hvert er jobbið þess, eins og maður segir, ef maður slettir. Þannig að þunglyndi getur verið til dæmis að varna því að þú farir út úr húsi svo að enginn getur nú meitt þig meira. Kvíði getur verið að varna því að þú farir upp á svið og syngir svo að verði ekki gert eins mikið grín að þér eins og var gert þegar þú varst 5 ára og hýjað á því jafnvel. Þannig að það er alltaf tilgangur þarna á bakvið. Þeir meina vel þessi partar og það er svo ofboðslega mikilvægt að sinna þeim. Hlusta á sitt eigið tilfinningalíf. Vera forvitin. Það er fyrsta skrefið. Vera forvitin. Hvað er að gerast? Af hverju haga ég mig svona? Af því að við höfum svo líka annan hluta sem er í raun og veru ekki partur heldur það sem að eins og IFS kallast self með stóru S-i, sjálfið okkar. Ég kalla þetta sál, sem við kallum þetta uppsprettu, kjarna. Þetta er eitthvað svona innri viska sem að veit allt. Hún er ekki að hlaupa til og reyna að laga eitthvað og fixa og í einhverju paniki. Hún sýnir ekki erfiða hegðun eða streitu. Hún er alltaf róleg, kærleiksrík, skapandi, friðsæl, elskandi. Hún hefur alla þessa góðu eiginleika sem að við viljum jú hafa og upplifa alla dag. Hún er eiginlega með þá eiginleika sem við lítum á Guð hafi. Þú veist, elskar alla skilyrðislaust, engar kvaðir og aldrei hegning. Ekkert svoleiðis. Og þetta sjálf okkar eða sál, markmiðið mér í svona innri partavinnu, það er að tengja partan okkar við þessa sál. Þannig að þegar þeir fara að sjá að það er einhverju sem er umhugað þau og hlusta, sína samkennd, forvitni, elska skilyrðislaust, þá geta þeir slakað á. Þá geta þeir bara slakað á þessu elskur. Og sá sem er búinn að bera byrðarnar af kvíðanum og þorir ekki að fara upp á svið jafnvel til að syngja eða gera eitthvað annað. Hann fer allt í einu bara vera svolítið óhræddur við það, stígur jafnvel inn í óttann og bara gerir og hefur gaman. Þegar hann veit að hann er elskaður skilyrðislaust, það skiptir ekki eins miklu máli þó einhver annar hýja á hann, af því að ég er til staðar fyrir hann. Ég er til staðar. Og þessi sál okkar eða sjálfið er alltaf til staðar. Það er alveg sama hvað dimmir yfir í lífinu þó komi mikil áföll og mikla sorgir að þá er sálin okkar alltaf þarna bakvið, þrumuskýin. Það er eins og þegar þrumuský á himni, þau geta verið mánuður saman. Ja, kannski ekki alveg mánuður saman, en í langan tíma. Alltaf kemur sólin aftur. Það er eins og sjálfið, eða sálin. Hún fer aldrei, það er bara skygnist yfir hana. Og það er svo mikilvægt að leita á bakvið þessi þrumuský. Þetta er svona eins og skuggavinna og fara inn og lýsa ljósinu á þessa skugga því að þeir eiga það skilið. Svo er annað þegar að við höfum svona mikla skugga sem stýra lífin okkar, ómeðvitað eins og ég segi áður, oftast ómeðvitað. Við vitum ekkert á hverju verðum allt í einu reið eða þolum ekki þennan eða höfum allt á hotnum okkar. Við skiljum oft ekki þessar tilfinningar, við bara finnum þær. Og þegar þær eru þarna og grassera lengi, það sem gerist það er svolítið svona, miður skemmtilegt. Það laðar að sér oft á tíðum orku sem á ekkert heim í okkur. Því heiminum er til bæði góð og slæm orka í andans heimum. Við höfum leiðbeinendur hið innra sem tala við okkur og við getum kallað á og sennilega gerum við það mörg en allavega við sem trúum því. Hvort sem það er Jesú, Mother Mary eða einhverjir leiðtogar, einhverjir svona, hvað maður að segja, æðri tíðni verur, þroskaðar verur, andans verur. Við höfum það, við höfum aðgang að þeim ef að við viljum.
Við höfum frjálsan vilja. Þannig að við veljum. Síðan eru líka ekkert svo góðar verur sem vilja ná okkur, sjúga úr okkur kraftinn. Það eru ekki svona hátíðni andasverur, heldur lágtíðni verur sem eru oft fastar hérna á jarðsviði einhverra hluta vegna og ég ætla ekki að fara út í það hér, það er alveg efni í annað þátt og hérna bara planta sér inn í okkur, inn í hugan á okkur og segja okkur ýmislegt bull, þú ert ekki nógu góð, þú ættir að gera þetta, þú ættir að gera hitt og láta okkur jafnvel fremja ódæðisverk gagnvart okkur sjálfum, skaða okkur og annað og drekka mikið og því um líkt. Það getur verið partur í okkur og það getur verið eitthvað afl sem er komið utanfrá og svona styrkir þennan part og bara já, drekkum nú bara nógu helviti mikið. Og síðan getur það líka orðið til þess að við förum að valda öðrum skaða. Við getum spurt okkur til dæmis hvað veldur öllu þessu hatri í heiminum. Morðum og hryðjuverkum og gríðarlegu ofbeldi. Það er ekkert gaman að tala um þetta, en þetta er bara staðreynd, þetta er raunveruleikinn hérna á jörðinni. Það er gríðarlegt ofbeldi á meðal manna, hatur og læti og þegar við vitum innst í kjarna okkar að það er kærleikurinn sem við viljum þjóna honum. Það gengur bara dálítið treglega hjá flestum þjóðum. Þannig að hérna, hvað er það sem stýrir ykkur? Gæti það mögulega verið einhvers slags önnur öfl? Pælum í því. Og leiðin til að fá frelsi í raun og veru og vera meira með kærleikanum er að tala við partana sína, heila þá, elska þá, skilyrðislaust. Þetta gerist ekki á einum degi, þetta er heilunarferli og það er hægt að fá hjálp til þess með alls konar innri partavinnu, jafnvel bænum og öðrum aðferðum. Þannig að ef þið tengið við eitthvað þess að ég er að segja þetta núna, endilega kynnið ykkur það nánar. Alltaf velkomið að hafa samband við mig. Það er okkar ábyrgð að heila okkar innra líf, okkar innri parta. Sýna þeim skilyrðislausa ást.